Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands ætlar ekki að gefa kost á sér á ný í embætti í sumar. Hann segir hjartað ráða för og heldur sáttur á braut. Nýársnótt gekk að mestu leyti vel fyrir sig, mikið var skemmtanahald en fáir gistu í fangaklefa. Talsverð mengun var á höfuðborgarsvæðinu þegar nýtt ár gekk í garð. Víðtæk flóðbylgjuviðvörun var gefin út á allri austurströnd Japans í dag þegar skjálfti af stærðinni 7,6 reið þar yfir. Þúsundir hafa þurft að flýja heimili sín. Nokkur hús á Seyðisfirði voru rýmd í dag vegna hættu á snjóflóðum. Hættustig í gildi á Seyðisfirði og óvissustig á öllum Austfjörðum. Óslitin ljóðadagskrá var frá sólarupprás til sólarlags í miðborg Reykjavíkur í dag. Hátt í 30 skáld fögnuðu nýju ári á nýársljóðaviðburðinum Árljóð sem haldinn var í 7. skipti. Gott kvöld. Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands hefur ákveðið að bjóða sig ekki fram til forseta á ný. Nýr forseti verður því kjörinn í sumar. Þetta tilkynnti Guðni í nýársávarpi í dag og lýkur hann þar með öðru kjörtímabili sínu sem forseti Íslands. Þessa ákvörðun segist hann hafa íhugað vandlega og ákveðið að láta hjartað ráða. Maður komi í mannsstað, enginn sé ómissandi og hégómi eða sérhagsmunir megi ekki ráða för. Kæru landar, kæru vinir. Af öllum þessum sökum hyggst ég ekki vera í framboði í því forsetakjöri sem verður í sumar. Kýs frekar að halda sáttur á braut innan tíðar og þess fullviss, ef ég má nefna það sjálfur, að Íslendingum muni eins og fyrri daginn auðnast að kjósa sér forseta sem þeir una við. Guðni tók við embætti sumarið 2016 og varð þá yngsti forseti lýðveldisins 48 ára gamall. Hann var kjörinn með rúmlega 39% atkvæða en þá sóttist meðal annars Davíð Oddsson og Andri Snær Magnason og Halla Tómasdóttir einnig eftir kjöri. 4 árum síðar var hann endurkjörinn með rúmlega 90% atkvæða. Í skilaboðum Elísu Reid forsetafrúar á samfélagsmiðlum segist hún stolt af því hversu vel Guðna hafi tekist að sameina djúpa þekkingu sína á embættinu og verið heiðarlegur og fullur samkenndar með fólki. Nú hefjist nýr kafli í lífi þeirra hjóna. Velkomin Ólafur Þ. Harðarson. Guðni hefur vissulega sagt að hann ætli sér ekki að vera þaulsætinn á Bessastöðum en komið þetta á óvart. Já, þetta kom mér mjög á óvart og ég held að þetta hafi komið flestum mikið á óvart. Guðni hafði að vísu sagt að hann hygðist vera annarkvort 8 eða 12 ár en ég held að flestir hafi búist við því og reyndar vonast eftir því að hann yrði 12 ár. En hvað heldur að liggja að baki þessari ákvörðun? Já, ég held að þetta séu fyrst og fremst persónulegar ástæður. Það ekki séð, verður ekki séð að það séu neinar ytri ástæður sem hafi kallað á að hann hætti núna. Nokkuð örugt að ef hann hefði farið fram, þá hefði hann bakað kosningarnar. Hann hefði fengið yfirburðasigur rétt eins og í síðustu forsetakosningum þegar hann fékk yfir 90% atkvæða og einn frambjóðandi var á mótunum. En hvað hefur einkennt forsetatíð Guðna? Já, Guðni hefur verið einkar farsæll forseti. Það hefur ekki gustað hann, það hefur ekki verið deilur. Hann hefur líka verið mjög farsæll forseti og þessi farsæll og vinsæll forseti ætlaði ég að segja. Við sjáum það í könnunum að svona 80–90% landsmanna eru ánægðir með hans framgöngu. Hann hefur svona sett svolítið nýjan tón, svona yngri maður en þeir sem voru á undan, tileinkað sér aðeins orðfæri yngri kynslóðar og haft uppi svona almennt talað frjálslynd viðhorf sem að falla greinilega miklum meirihluta þjóðarinnar vel í geð. En það þá ljóst núna að það verður kosinn nýr forseti 1. júní. Við hverju megum við búast næstu vikur og mánuði? Já, við megum búast við því að margir verði kallaðir og fáir sig útvaldir. Margir, það munu segja að það hafa margir komið að máli við mig. En það svona kannski febrúar, mars sem við getum farið að búast við framboðum. Stundum hafa framboð komið svo seint sem í apríl. Hver hins vegar verður eða líklegt forsetaefni, það á þessum tímapunkti ómögulegt að segja. Það í rauninni svolítið eins og að þjóðin fari í gegnum svona ferli
í janúar, febrúar til að koma sér niður á hver þeirra sem er í boði, hún vilji helst fá sem forseta. En það verður mjög fróðlegt að fylgjast með því. Einmitt, takk fyrir þetta, Ólafur Þ. En við ræddum við fólk á förnum vegi og spurðum hvað því finnst þessa ákvörðun forsetans. Mér finnst það bara, hann á fulla rétt á því, en mér finnst hann bara ekki vera að taka rétt ákvörðun. Þú hefur verið sáttur við hann? Já, mjög svo. Það er góðu kall og er að gera góða hluti. Ég held að ástæðan sem hann gaf er kannski alveg skiljanleg. Hann vil kannski lifa öðruvísi lífi heldur en þetta líf sem fylgir því að vera forseti. Ég er eiginlega bara með mín. Ég dýrka Guðna. Bara búin að vera frábær og skemmtilegur og bara, já, það er gaman að hafa hann sem forseta okkar. What do you think about the president? I think he's very nice. Yeah. Only heard good things. Yeah, and I love Iceland here, so he's doing a good job. Mér finnst það leiðilegt, mér finnst það fínt forseti og vona einhver fínt forseti tekur við. Hvað finnst ykkur að Guðni ætla að hætta? Bara rosalega leiðilegt. Já, mér finnst það líka. Eru þið búin að vera ánægðir með hann? Já, rosa. Hvað finnst ykkur gott við Guðna? Bara allt. Já. Hann er bara geggjaður maður og hann á allt skilið. Og hann á ekki að hætta. Já, mér finnst það líka. Já. Mér finnst það fremur leitt, mér finnst það hafa verið góður forseti. Þú ert sammála, þið finnst það hafa verið staðið sig vel? Hann hefur bara staðið sig mjög vel í þessu eins og öllu öðru sem hann tekið fyrir hendur. Það verður mikil eftirsjá þegar hann hættir. Hætta er á snjóflóðum á Seyðisfirði og nokkur hús hafa verið rýmd. Óvissustig er í gildi á Austfjörðum. Talsvert hefur snjóað í fjöll á Austfjörðum og rignt hefur á láglendi. Nokkur smærri flóð hafa fallið í Norðfirði og eitt úr Skágili ofan við Neskaupstað. Líklega hafa fleiri flóð fallið í nótt og í dag. Hættustigi var lýst yfir á Seyðisfirði síðdegis og nokkur hús voru rýmd. Húsin eru á reitum 4 og 6 undir Strandartindi. Ekki þarf mjög stór flóð til að hætta skapist á þessum stað. Á reitunum er mestmegnis iðnaðarhúsnæði. Síldarvinnslan er til að mynda á svæðinu en þar var engin starfsemi í dag. Þá er búið í 2 húsum. Ekki er talin hætta á öðrum stöðum eins og er. Rýmingin er í gildi til morguns. Ekki er búist við flóðum í líkingu við þau sem fjallu í snjóflóðarhreinunni í mars í fyrra. Theodór Freyr Hervarsson, hvernig viðrar svo á Austfjörðum næstu dag og svona með tilliti til þá snjóflóðahættunar? Já, það mun heldur áfram með úrkomið þannig eiginlega allan morgundaginn. Það hefur svona aðeins dregið úr ákveðin í dag. Hún var 6-8 mm síðastliðinu nótt, eru komin niður í 1 mm á klukkustund nú síðdegis. Vonaði það verði nokkuð veginn þannig, en kannski slitróttari en það mun ekki stytta alveg upp fyrir nú miðvikudaginn. Einmitt. Takk fyrir það. Við fáum nánari fregnir af veðrinu hér á eftir. Flóðaviðvörun var gefin út nær alla vesturströnd Japans í dag vegna öflugs jarðskjálfta. Það var í fyrsta sinn frá hörmungunum 2011 sem svo víðtæk viðvörun var gefin út, en þá létust 20.000. Betur fór þó en áhorfðist. Skjálftinn var 7,6 að stærð og átti upptök sín í Ishikawa héraði fyrir miðri vesturströndinni. Háhýsi rökkuðu til og húsmunir fóru á flakk. Nokkur hús hrundu og sátu örfáir íbúar fastir að sögn yfirvalda. Minni flóð 1 til 3 metra há skullu á nærri skjálftamiðjunni. Og þó Tókíó sé á austurströnd Honshu-eyju fannst skjálftinn vel þar. Við vorum stödd á Víkingastað þegar skjálftinn reið yfir og við áttum okkur ekki á því strax að þetta væri jarðskjálfti. En svo þegar við litum upp þá voru ljósin í loftinu að sveiflast til. Það sem var kannski athyglisvert að hann var svo langur. Það fannst, ef ég ætti að giska, þá myndi ég segja að hann hafi verið kannski bara svona 20 sekúndur. Dagníu og fjölskyldu varð ekki bylt við þegar skjálftinn reið yfir. Aðrir veitingagestir héldu allir ró sinni. Eins og ég segi, það var bara svona svolítið kröftugt rugg og ég held að hafi ekki verið neina skemmdir í Tókíó. 30.000 heimili eru án rafmagns og sumstaðar fóru rafmagns eða gasleiðslur í sundur. Þar kviknuðu eldar og slökkvilið nærri skjálftamiðjunni stóðu í ströngu. まずは住民の皆さんにおかれましては引き続きこの強い地震の発生に十分注意していただかなければなりませんし、そして津波の予想されている地方においては一刻も早い避難をお願いしたいと思います。Flóðaviðvörunin sem síðan hefur verið dregið úr var í upphafi svo alvarlegasta síðan árið 2011. Þá gáfu stjórnvöld út flóðaviðvörun vegna skjálfta að stærð 9 sem hafði í för með sér flóðbylgju sem var 20.000 að bana.
Nýársnótt gekk að mestu leyti vel þrátt fyrir mikið skemmtanahald. Talsverð mengun mældist á höfuðborgarsvæðinu fram eftir degi. Landsmenn tóku fagnandi á móti nýju ári í gær. 14 brennur voru haldnar á höfuðborgarsvæðinu sem voru vel sóttar. Veðrið var stillt og fallegt og fólk hlýjaði sér við bálið, jafnt ungir sem aldnir. Þegar klukkan fór að nálgast miðnætti lýstist himinninn upp og marglitar stjörnur sáust hvert sem litið var. Hægviðrið var til þess að töluverð mengun myndaðist í kringum miðnætti og allir loftgæðamælar sýndu rautt langt fram eftir nóttu. Þegar það er svona hægviðri, þetta var bara svona hálfu metrar á sekúndu vindhraðinn og þá nær mengun að safnast upp og þetta var svona áttleysa alveg framundi morgun, jafnvel svona framundir hádegi. En skiptir þessi mengun einhverju máli svona einn dag á ári? Já, sko á þessum eina degi fáum við mjög mikið af fína svifryki og í nótt var kannski fína svifryki svona 80% af þessu svifryki, heildarsvifryki sem var að mæla, sem er mjög hátt. Þetta er miklu fínna heldur en til dæmis malbiksryki sem kemur á nagladekkjum. Þannig að fyrir einhvern sem var að segja næturvakt í nótt og vinna úti, lögregluþjónn eða eitthvað, þá ertu að kannski fá 2-3 vikna mengunarskammt þarna á einum degi. Þrátt fyrir mikla mengun gekk nóttin að öðru leyti nokkuð vel fyrir sig. Aðeins 4 vöknuðu í fangageymslu á nýju ári sem telst óvenju lítið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu færði rúmlega 100 mál til bókar. Voru þau ýmist vegna ölvunaraksturs, líkamsárasa, innbrota eða annars. 12 leituðu á bráðamóttöku Landspítala í gær og í nótt vegna flugeldaslysa sem er töluverð fjölgun frá því í fyrra. Í flestum tilvikum voru áverkarnir þó minniháttar. Að sögn Hjalta Más Björnssonar yfirlæknis á bráðamóttökunni hlutu nokkrir brunasár í andliti þar sem hlífðargleraugu kom í veg fyrir alvarlega augnaáverka. Afsal Margrétar Þórhildar á dönsku krúnunni er ekki til marks minnkandi vægi konungsfjölskyldunar þar í landi. Þetta segir fyrrverandi fréttaritari RÚV í Kaupmannahöfn. Nánast enginn vissi fyrirfram að drottningin hygðist tilkynna ákvörðun sína í áramótaávarpi í gær. Margrét Þórhildur tók við dönsku krúnunni árið 1972 þegar faðir hennar Friðrik IX lést. Hún var þá 31 árs. Drottningin ber fyrir sig veikindi í baki og lætur af störfum 14. janúar næstkomandi. Dagsetningin er engin tilviljun. Den 14. januar 2024, 52 år efter at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. Hun samler vores land, og det er jo fantastisk, at vi har en dronning, der er så ikke bare en kransekagefigur, men faktisk er et vist og klogt menneske, som har stor respekt, ikke bare blandt danskerne, men også overalt i Europa og overalt i verden. Vægi konungsfjölskyldunar í hugum Dana mun ekki minnka, segir fyrrverandi fréttaritari í Kaupmannahöfn. Það stundum ekki að tala um að þetta kosti nú mikið að halda þessu úti og svona, en ég held að Danir bara megi ekki til þess hugsa að þetta verði lagt af. Við krúnunni tekur Friðrik krónprins, elsti sonur Margrétar Þórhildar. Hann er ekki síður vinsæll en drottningin. Hann hefur nú haft langan tíma til þess að undibúa þetta sem að óhjákvæmilegt var að myndi gerast og ég ímynda mér að hann bara muni taka þessu embætti. Hann er nú þegar tekin við mörgum af þessum verkefnum sem að Margrét Þórhildur hefur haft. Þannig að ég ímynda mér það að hann verði farsæll og eiginkonan líka mjög vinsæll, skiptir líka miklu máli. Ákvörðun Margrétar Þórhildar kom Dönum flestum mjög í opna skjöldu. Nánar vinkonur hennar segjast ekkert hafa vitað og Mette Frederiksen, forsætisráðherra, þurfti í gærkvöld að skrifa nýársávarp sitt upp á nýtt. Forseti Íslands sæmdi 14 riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu á Bessastöðum í dag. Orðuna hlutu Auður Hildur Hákonardóttir, myndlistarkona, Elisabeth Gunnarsdóttir, knattspyrnuþjálfari, Erna Sif Arnardóttir, svefnfræðingur, Gylfi Þór Þorsteinsson, teymistjóri hjá Rauða krossinum, Helga Þorbergsdóttir, hjúkrunarstjóri á heilsugæslustöðinni í Vík, Hrafnhildur Gunnarsdóttir, kvikmyndagerðarmaður, Jenny Karlsdóttir, handverkskona, Jón Kristinsson, arkitekt, Karel Ingvar Karelsson, fyrrverandi skipstjóri, Knútur Rafn Ármann, eigandi Friðheima, Margrét Bóasdóttir, söngstjóri, Reynir Pétur Steinunarsson, garðyrkjubóndi, Sigurður Harðarsson, rafeindavirkjameistari og Vilmundur G. Guðnason, forstöðulæknir hjartaverndar. Skáld og ljóðavinnendur fögnuðu nýja árinu með umfangsmiklum nýársljóða viðburði í miðborg Reykjavíkur í dag. Óslitin ljóðadagskrá var frá birtingu til sólarlags.
Já, við erum að halda hérna árljóð sem er ljóðaviðburður, 9 árs ljóðaviðburður sem að ljóð eru lesin frá sólar uppbrás til sólarlags. Meðan birtu nýtur við, þá eru ljóð flutt. Hátt í 30 skáld stiga á stokk í dag en þetta var í 7. skipti sem árljóð eru haldin. Viðburðurinn hófst klukkan 10 í morgun og stóð til rúmlega 5 síðdegis. Þegar fréttastofu bara garði í hádeginu áttu skáldin Elías Knörr, Brynhildur María Ragnarsdóttir og Gyrðir Elíasson sviðið. Rúða, þú varst glerið sem svaf og vaknar við að sólin skín á það. Svo heyrði ég brothljóð. Þetta er náttúrulega besta leiðin til að byrja árið. Það eru eiginlega allir sammála það sko. Þessi viðburður hefur staðið af sér líka einmitt faraldurinn og þá fór það í streymi og þannig að margir sem eru einmitt líka kannski laskaðir eftir kvöldið áður geta þá notið dagskránar heima í stofu, í streymi. En fólk líka alveg gerir sér að sjálfsögðu ferð hérna í mengi og horfir á lifandi dagskrá líka. Er ekki gott að segja að þetta sé umfangsmesta ljóðkvöld ársins þótt að það sé nýbyrjað? Jú, sannarlega sko, sannarlega. Þetta er svona algjör svona ljóða bomba til að byrja árið. Gætu ljóð, einhvern tíma orðið til, ætli blómtungum málsins, ætli þau dreymi. Ætli íslenska tungu dreymi, einhver sannleikann. Líkt og venjulega fór áramótaskaupið misvel í landsmenn. Endurkoma grínhópsins Fóstbræðra vakti sérstaka lukku. Heyrðu, ég finn það eiginlega, ég er búinn að skýta á mig. Ekki skipta á mér. Mér finnst þetta mjög fyndið sko. Ég veit það var svona nokkri heima sem voru ekki alveg sammála, en ég hló mikið að því, gaman að þessu, sérstaklega leikskólaatriðinu. Þetta er kona mín. Nákvæmlega. Mér fannst það ekki upp á marga fiska verið að segja sko. Það var gott þetta með leikskólana, ég á barn sem er að bíða eftir að komast á leikskóla og það gengur mjög illa. Sæmilegt, hefði mátt kannski vera aðeins beittara, en svona slappir hótt, en mjög hátt production quality á því. Mér fannst það bara með því betra sem ég séð og ég bara vorkenni þeim sem eiga eftir að gera næsta skaup því það verður erfitt að toppa þetta. Ég hafst að lakarinn í fyrra, en allt í lagi. Ég hló að því og hafði gaman að því. Ég er að fara að segja kynið á nýja hundinum mínum. Eitthvað betra en annað? Dömurnar hérna voru í pottinum og voru að tilkynna kyn hundsins þarna með þyrlunni, mér fannst það að fyndi. Mér fannst bara geggjað fyndið með allt þetta hvaladót og fiskinn og þetta dansana, mér finnst þau mjög flottir. Við drepum langreyðar, við drepum langreyðar, við drepum allskonar. Mér fannst þetta alveg verið að hitta sumar réttu nótur. Einhverju brandara gátu verið kannski aðeins og langir fyrir mig. Og margir hófu nýtt ár með því að fara í sjósund og voru sérstaklega prúðbúnir og skrautlegir. Baðið var tekið í heita pottinum og köldum sjónum í Nauthólsvík. Vel yfir 100 manns mættu til sunds rétt fyrir hádegi og augljóst að það orðin hefð hjá mörgum. Félagar í sund- og sjóbaðsfélagi Reykjavíkur mættu margir skrautlegir og fínir til fara og þannig var fyrsta dívan í sjóin farin á þessu ári. Gestir voru heppnir með veður og mikil stemning myndaðist frá því að hinnir fyrstu komu 10:30 og svo fram eftir hádegi. Og hvernig líður ykkur eftir sundið? Stórkostlega, þetta er geggjað sko. Þetta er bara yndislegt. Verður árið betra? Já, miklu betra. Miklu betra. Miklu betra. Hvernig er í sjóin? Bara mjög fínt. Það er mjög fínt, já. Yndislegt. Hann er rosa mjúkur, mínus 0,5 og bara geggjaður. Yndislegur, yndislegur. Umvefum hann alveg. Hvað voruð þið lengi onni? 6 mínútur. Já, 6 mínútur, já. Er það vanalegt? Já, heila. Anna Alexandria 9 ára mætti í sjósundið, brast í söng og kvaddi árið með eigin lagi og mjög ákveðnum skilabúðum. Það sé ég bless, bless, skýta á, núna komin í ítá. Því það er áramót, því það er áramót. Bless, bless, skýta á, núna komin í ítá. Ja, vel gert. En þá ætlum við að rifja það sem var helst í þessum fréttatíma.
Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands ætlar ekki að gefa kost á sér á ný í embætti í sumar. Hann segir hjartað ráða för og heldur sáttur á braut. Nýársnótt gekk að mestu leyti vel fyrir sig. Talsverð mengun var á höfuðborgarsvæðinu þegar nýtt ár gekk í garð. Víðtæk flóðbylgjuviðvörun var gefin út á allri austurströnd Japans í dag þegar skjálfti af stærðinni 7,6 reið þar yfir. Þúsundir hafa þurft að flýja heimili sín. Nokkur hús á Seyðisfirði voru rýmd í dag vegna hættu á snjóflóðum. Hættustig í gildi á Seyðisfirði. Þessum fyrsta sjónvarpsfréttatíma ársins lokið. Við segjum næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og svo alltaf fréttavakt á RÚV.is. Við þökkum ykkur samfylgdina yfir hátíðarnar. Verið sæl.